Herdís, málskotsréttinn, við hvaða kringumstæður myndir þú nota málskotsréttinn? Í Icesave. Já. Í Icesave 2, Einhverjum svona öðrum hikstalaust, enda var ég búin að skrifa grein Icesave 2009 í júní og samningnum var vísað í þjóðaratkvæðagreiðslu í janúar 2010. Þannig að ég hefði alfarið litið á þetta sem, afsakið sletti, prinsippmál. Og Icesave 3 enn fremur þó svo að þingið hafi verið búið að samþykkja það með meirihluta atkvæða að þá hefði ég líka litið á það sem prinsippmál vegna þess að hér eru miklu meira að ræða heldur hvað við skuldum, hvað við þurfum að borga. Þetta líka eigum við sem þjóð að axla ábyrgðarleysi annarra. En þetta ekki rétt sem Þóra nefnir, Herdís, að þetta á endanum mat forsetans? Alltaf það mat, auðvitað það alltaf mat, þó annað væri óeðlilegt. Þú myndir treysta þér að fara gegn 2/3 hluta Alþingis og synja frumvarpi staðfestingar sem... Þegar það er rík krafa frá þjóðinni að gera það og Alþingi nýtur 7% trausts. En hvað, ef að forsetinn getur farið gegn 2/3 hluta Alþingis, Ólafur, eins og þú gerðir í Icesave 2... Ef við má fá að ljúka þessu, Þorbjörn, að það er búið að tala svo mikið þingræðið. Það er búið að tala þingræðið eins og það sé alger grundvallarregla í íslenskri stjórnskipun. Það er það ekki. Og það er grundvallarregla í íslenskri stjórnskipun er lýðræði. Það er sjálfsákvörðunarréttur fólksins. Það er grundvallarregla. Og af hverju er það einhver glæpur að vísa máli til þjóðarinnar sem á að hafa loka orðið? Þetta er stórmál. Takk fyrir þetta. Við ætlum að fara í auglýsingar.